Komdu sæl og blessuð. Sæl og blessaður. Mikið gaman að vera með þér dagmaður. Já, sko, mér fannst byrjunin á það mjög betri. Það ekki? Við setjum það kannski svona úrklippur. Ég veit það ekki. Aha, en hérna, við keyptum hérna nýja arma. Já, mér skilst það. Já, veistu þú hverju? Nei. Nei, það er svo við myndum sjá framan í. Svo ég verð ekki að fela mig. Svo er ekki að fela þér, Nei, ég get ennþá að fela mig. En við erum hérna í þættu númer 2. 2? Já. Af heilsunni maður. Ertu búin að vera til í rættinni? Hvað? Já. Fórstu í vörklass í morgun eða? Nei, ekki morgun. Ég byrja að vinna kl. 9, sko. Ok, ég fór. En ég fór í gær. Já, ég líka. Ég fer á morgun. Já, ég líka. Ég fer líka á föstudaginn. Ó, þú ert svo dugleg. Ég fer ekki á fimmtudaginn. Hvað finnst þér best við að vera í rættinni? Ég hef ekki komið þangað þá. En hérna, hvað sem er best? Já. Jú, gerðist eitt hérna sem bara gerðist í fyrsta skipti í fjölda mörg ár. Ég kláraði að hlusta á bók. Ég byrja sko, ég er svona byrjari, ég kláraði ekki neitt nefn mati minn, en ég kláraði heila bók. Wow. Á brettinu. Ég hef búin að vera í mjög mikil í sjálfsvinnu sem við fyrir meira í næsta þætti. Við erum bara að fá geggjaðan gest í næsta þætti held ég, næsta eða þar næsta. Já, ekki núna. Hún er doktor í félagsráðgjöf. Við verðum að fá geggjaðan gest. Ég ætla að ekki bara hringi í hann eða? Ég er bara að gera sem hver þetta er sko. Þú alltaf með nýjar fréttir. Já, ég er alltaf með nýjar fréttir maður. Nú prófa bara að hringi hann. Nú hringi við hann bara, bam. Hringi hann og hringi við hanna. Gunnar Stefán. Já, það er ekki félagsráðgjöfin eða? Nei, þú ert bara, hann viður úr einu í annað. Sæl. Með blessaður, Gunnar, hvað segirðu gott? Ég er bara góður, sko. Við hættin eitthvað stríða okkur, en ég held að þetta heyrist vel húnna. Heyrist þetta ekki vel? Já, geggja maður. Ég var daginn, hitti félaga minn, sko, og hann sagði að þú væri geitin í líkamsrættamálunum. Er það rétt eða? Ég veit það ekki, en það er alveg yfirdröðun á að gera hjá mér orðið. Já, er það ekki? Jú, bæði að þjálfara og bara almenning yfir höfuð. Ég er búin að vera að þessum í 12 og 13 ári, þannig að ég er búin að vera heilengi í þessu. Já. Þannig að allavega eru margir mjög ánægðir með það sem ég geri, þannig að ég hlýt að vera, gera eitthvað gott. Já, hann vildi meina það, sko. Ég er nú búin að vera hjá þér líka heilengi. Ég er mjög ánægð með þig. Já. En okkur langar að spyrja þig nokkra spurningar sem að byrja á hérna. Ég held að, sko... Vill ekki kynna hann svona fyrst inn? Jú, segðu okkur aðeins meira frá þér, Gunnar. Hver þú ert? Já. Ertu giftur? Áttu börn? Hvar starfaru? Hvar býrðu? Ég er raun og verið að starfa fyrir sjálf á mig og ég heiti Gunnar Stefán Pétursson, fullari bakari, ég er engaþjálfari, styrktarþjálfari og gríðarlegt margt fleira sem ég er búin að bara sanga að mér til þess að betur en bæta þetta líka bara minn þjálfuna ferill bara á alla vegu, andlegu líðan og ég raun og verið bara allt sem að við kemur líkamannum, hormónar og síðan þetta bara andlegu líðan eins og ég var búin að nefna þarna og ég þurfti eiginlega bara að skrifa það niður á blað hvað ég er með, búin að læra mikið en það er alveg heilmargt. En ég er giftur, rammiði konu minni, við eigum 3 börn saman, nýbúin að eignast núna 2 bara, þannig að ég er auðvitað bara heima vinnandi mestmægnis núna með fyrirtæki mitt og var auðvitað að ráða núna 2 nýja þjálfara inn í fyrirtæki þar sem er auðvitað orðið svo pakkað að gera, þannig að það eru núna 3 þjálfarar virkir auðvitað og svo er kona mín bara í barningafríum, en ég auðvitað bara að reyna að sinna vinnunni og síðan auðvitað elsta dóttir okkar er að verða 5 ára núna á þessu ári og þetta er í raun og veru svona kannski pínu ég í nótskörnum, síðan auðvitað er ég með íþróttabakgrunn og sjálfur auðvitað búin að vera í fitness og vaxtarækt og keppi því og þjálfa keppendur og eiginlega í flestum íþróttum og búin að búa til heimsmeistara, Evrópumeistara og Íslandsmeistara nánast í bara ýmsum sportum hérna á Íslandi og koma næringu og mörgur og fólk líka veit kannski ekki endilega af þessu en ég er búin að koma líka að hinum að þessu sjónvarpsþáttum líka í gegnum tíðina með næringu á baku hjá fólki og þannig að það er alveg heilmargt búin að vera með Hollywood stjörnu sem er núna starfandi þetta líka og það er ýmislegt fleira sem að ég er búin að gera sem þjálfari núna bara örugglega síðustu 5 ár en ég er búin að vinna eins og ég segi við þetta bara 12 og 13 ári núna þannig að
þetta svona stutt mig. Geggja maður. og í raun og það sem ég geri núna bara að vera heimavinnandi og þjálfa fólk og í raun og bara upp á standardun. Núna þetta bara staðan hjá mér að reyna að þjálfa þetta líka fleiri þjálfara og koma þeim þetta bara til þess að setja standardinu þetta bara hærra fyrir þjálfara. Þannig að sé í raun og nóga þjálfurum fyrir alla og þeir sér af þess í hverju einu fyrir þann markkóp sem ekki að vera sami þjálfari sem ætlar að taka alla að sér, að vera með þjálfara sem að sinna hverjum og einum sem að þarf í raun og ákveðna hjálp að halda en ekki að vera að fara til sigga sem að segja bara eitthvað nafn að vera bara að taka í raun og alla, þannig að kannski með 20 ára og svo 1,75 ára. Það svona kannski ekki alveg saman með markkópur og kannski annar með meiðsli með en hinn bara hann ætla bara að vera massaður. Þannig að maður þarf svona að finna réttan þjálfara í raun og alltaf fyrir sitt og sín markmið. Nákvæmlega sko. Og það það sem að ég fíla eins og ég með eitthvað veikni og svona, þá bara reddar æfingum fyrir það sem að ég kann mjög vel að meta. Hvar finnur fólk þig ef að vill hérna eftir það búið að hlusta og hefur áhuga að koma í þjálfun, hvar finnur það þig? Það getur fundið mig inn á heimasíðunni www.fafitness fyrir alla fitness.is og það þetta fleiri þjálfarar en síðan það bara Instagram og TikTok sem Gunnar Stefán 92. Okay. Þannig að fólk getur líka sendt á mig bara þar eða þá mitt farið á e-mailin sem þetta finnast þar líka og sendt á mig bara e-mail. Nú eins gott að vera í góðu hérna formi ef maður er með tvíbura þegar fara að hlaupa eftir hvað gamlir? Já, það herði 3 mánuða. Það frá 7 mánuður í að þú ert að hlaupa í sikur áttina. Já, það verður alveg þannig og maður einmitt að reyna að halda sér í decent standi sko. Maður alveg búinn að fara í þann pakka að reyna að massa sig upp og maður þannig að finna því þegar maður með dóttursunni og það var ekkert gaman þegar maður var farin að finna fyrir þreytu við að þurfa að labba. Það var ekki skemmtilegt, þannig að ég fann strax að þetta er ekki eitthvað sem ég tilbúin í að gera til lífstöðar, þannig að ég vil koma mér í almennilegt stand og geta verið þetta til staða fyrir börnin mín sko. Það hljóma vel. Sko, eitt sem ég langar kannski að segja að ég hef svolítið fylgst með Baldri hjá þér. Já. Og ég svona ég hef reynt ýmislegt, ég sagði reynda frá því síðast að þetta, ég prófa margt, ég veit ekki hvað ég hef ekki prófað sko, en það sem að heitlaði mig við sko þína nálgun sem ég svona sá svolítið hjá Baldri, það voru allar upplýsingarnar. Já. Rosa mikið upplýsingur, næringu, hreyfinguna, hvað þetta gerir, af hverju hann á að taka kreatín, af hverju hann að taka glútamin, af hverju hann að taka þetta. Þetta hafði ég aldrei kynnst neins þar annars þar. Nei, og þetta líka það sem ég alltaf að reyna að sýna fólki að ég þjálfari og ég kennari. Ég að reyna að kenna þér þannig að þú fáir raun og það sem að þú vilt. Þannig að sérstaklega ég hvet fólk til að spurja mig og ég vill að fólk spurja mig og ég segi alltaf við fólk, ef þú ert ekki að spurja mig, þá ert ekki að fullnýta mig og ég vill alltaf að fólk sé að fullnýta mig og ég vil frekar að fólk sé að nota mig meira heldur en minna. Og þegar fólk heldur að sé að trufla mig, það ekki þannig, þetta vinna mín og ég vil að fólk sé að senda á mig og þegar að fólk ekki að senda á mig þá ég að reyna að búa til fyrirlestra og núna ég að reyna að gera ýmislegt núna 2025 til þess að reyna að bæta enn meiri þekkingu þetta bara við mig og líka að fara að taka upp enn fleiri fyrirlestra sjálfur til þess að reyna að kafa enn dýpra í ýmsa þætti sem þetta getur hjálpa bæði konum og köllum sem eru hjá mér og þetta bara meðfram þjálfurum sem eru komnir inn hjá mér. Einmitt. Þetta eitthvað sem að sem ég fannst mjög spennandi að það öll þessi nálgun sem að, og þetta náttúrulega að þú ert náttúrulega í svona fjárþjálfun eða Baldur í fjárþjálfun hjá þér og næringarágjöf og mér fannst þetta, því eins og ég segi, ég búin að prófa ýmislegt, mér fannst þetta alltaf vanta svolítið upp á, af hverju ég verið að taka þetta, hvað á ég verið að taka og þannig að þetta svona að hjálpa fólki einhvern veginn að það ekki að vera fleikt í þessu. Jú, það raun og veru að auðvelda fólki líka aðgengið að öllu þessu og líka þannig að
fólk skilji þetta á mannamáli þótt að ég fari stundum mjög djúpt yfir ýmsa þætti líka að þá reyni ég samt sem maður líka ef að fólk skilur þetta ekki að þá bið ég endilega að spyrja mig þannig að ég geti skýrt þetta þá betur út að því þetta þetta bara þannig að öll erum við mismunandi og öll erum við að díla við mismunandi hluti og andlegi þættir og fullt öðru sem þetta bara skiptir máli og þetta bara kemur inn að heilsan okkar bara eins og gríðarlega mikilvæg og við þurfum að vera fókus á alveg gríðarlega mikið en þetta samins og það að það að ég hef verið að einkaþjálfa á gólfi og oft þegar fólk hefur komið til mín í einkaþjálfun á gólfi það hefur oft svona bara ekki þá bara að nota allt hitt sem maður reyna að koma að þeim og eftir ég fór að færa í raun og allt í gegnum netið þá fólk orðið dálítið sjálfbjarga og það þarf að vera pínu sjálfbjarga og þá þarf það að bara kynna sér fullt af hlutum þannig að þegar fólk spyr mig þá ég kannski búin að taka upp heilu fyrirlestarana jafnvel með því og þá sendi ég þetta bara á þá hér ég búin að dítela þetta niður ef þú skilur þetta ekki, senda á mig þannig að ég í raun og geti þá skýrt þetta betur út eða svara spurningunni betur þannig að það svo oft eitthvað sem ég alltaf að reyna betur að bæta og koma fólki í það að reyna að læra sem mest því þetta raun og bara það sem að fólk að leitast eftir, það að reyna að læra og auðvitað líka að ná þeim árangri sem það vill og til þess að fólk að skilja af hverju þetta svona hinsegin þannig ég geti líka skilið fólki eftir og sagt bara herru ef það sáttu með þetta en þá ættir núna að geta bara haldið þessu áfram og það bara vill í raun og taka upp að þú vill byrja síðan aftur það heyrir þú bara við dýmur því sömur þetta bara að læra mjög mikið og vilja prófa að vera sjálfur og það þetta ekkert að því ég vill frekar fólk skilji frá mér veitandi það ég treysti sjálfur mér til þess að sjá mig það raun og alltaf eitthvað sem ég að huga að líka einmitt Það mjög, mjög gott sko en við vorum með nokkra spurningar fyrir þig Já Hvað mælirðu með að fólk sem að byrja hreyfingu eftir langt hlé eða hefur aldrei stundað líkamsrækt áður? Sko, þarna kemur það þetta inn að þeir sem hafa aldrei stundað neina nokkuð konar líkamsrækt. Ef við erum að tala líkamsræktina inn í, gyminu-ræktinni, þá myndi ég segja finndu einkaþjálfara sem að hentar þér, ekki fara bara inn að því að þú ert með kvíða eða streitu eða annað sem að þú sér fullt af fólki og jafnvel eins og það ef þú ert einstaklingur sem ert líka að reyna að fara eftir 4 og tala ef fólk jafnvel í Reykjavík og ef þú ætlar að fara klukkan 4 í Laugar á háannatíma það rosalega kvíðavaldandi auðvitað fyrir marga sem hafa aldrei labbað inn þannig að besta sem að fólk gerir jafnvel að finna sér þjálfara og reyna og þá þetta þarf fólk að mæta því það greiða þjálfaranum það jafnvel að fara klukkan 6 eða 7 á morgnana eða hvernig sem að það og allan fólk með aðila sem að það að bíða eftir sér og það mjög gott að byrja þar hvort sem að vera einu sinni viku, 2 eða 3 og vera þetta með plan sem einmitt líka prófa þú að mæta einu sinni viku og í staðin fyrir að fara og mæta bara 3 þjálfarinn svo telja þessi nóg mikið því síðan þegar fólk aðskilur sig síðan frá þjálfarinn þá allt bara, já, hvað núna? Og það oft mjög kvíðavaldandi fyrir marga líka þannig að þeir mega ekki heldur stóla sig svo rosalega mikið á þjálfarana að þeir get ekki farið og gert það sjálfur þannig að þetta eitthvað sem ég þurfti líka sem þjálfari að reyna að hvetja fólk til að gera sem var auðvitað og taka sín fyrsta skref að reyna að taka eina æfingu sjálft prófa að gera mistökin prófa að gera þetta svo að fólk geti komið til mér bara herðu, ég var að gera þetta og ég skil þetta ekki alveg. Þetta líka eina ástæðan fyrir fjartþjálfun hjá mér ég bið fólk að senda mig vídeo af sér. Það oft erfitt fyrir marga en þarna kemur þetta bara svipað eins og það. Ég vil ekki vera með bundi fyrir augun þegar ég að þjálfa fólk, þannig að ég vil fá að vita og sjá til þess að hjálpa fólki enn meira. En í raun og veru varðandi líka bara þetta við komum að mála þetta með marga líka líkamsrækt næri yfir svo margt og sérstaklega eins og það að taka og byrja bara þess vegna ef fólk ekki duglegt í að hreyfa sig þá ég að tala að fara í göngutúra eða annað og það langar auðvitað bara að byrja einhvers staðar þá þetta besta sem að fólk gerir það bæði fyrir andlega heilsu og annað og best að bara sitja gott podcast mitt í eyrun og byrja göngutúrum þetta getur gjörbreytt lífi fólk svo þegar það jafnvel bara að treysta sér jafnvel að vilja styrkja sig af því styrkjaþjálfun eitthvað sem að fólk þarf auðvitað að gera þegar við verðum eldri og það þurfum allir að gera allavega 2 til 3 í viku upp og viðhalda auðvitað bara beinabyggingu og auðvitað bara viðhalda vöðmassa þegar við verðum eldri því við viljum auðvitað alls ekki fara að rýrna svo mikið að við megum ekki lenda í neinu þegar við erum jafnvel komin yfir 40-50 plus
og lendur þá einmitt í því að þurfa að byrja í sjúkraþjálfun og ekki með neitt grunnmassa eða einmitt bara komið beinþynningu annað. Þetta eitthvað sem að konur þurfa sérstaklega líka að spá í, að því þær geta farið að verða með meiri beinþynningu heldur en við karlarnir þegar þeir að líða á. Ein spurningina sko, einhvers staðar las ég að eftir einhvern ákveðin ára þá missur 1% af vöðvamassa á ári ef þú ert ekki að æfa. Er það ástæðan fyrir að fólk verður svona bogið það verður gamalt? Ef maður heldur sér ræktinu, verður maður þá ekki bogið? Já, það raun og alveg pínu þannig og ef þú hugsaður þetta líka og horfir núna á aðeins sem að eru kannski, ég tekið dótt sem dæmi og horfir bara af okkur og og aðra sem voru kannski bara vinnandi alveg bara frá því voru krakkar. Svo loksins kemur að ellilífeyrinu og það bara, þú þarft ekki að gera neitt núna og þau bara slaki á. Þá átt fara fara frá okkur af því þau bara fara að rýrna á nú leitni og þetta bara fer að gerast óbærilega hratt en þess að við sjáum í raun og veru viðhaldast í líkansrækt og það er aldrei seint að byrja að þeir einfaldlega eru að haldast miklu betur og ég hef þjálfað fólk yfir 60 plus sem eru þetta bara í hóptímum og líkansrækt og öðru og það er svo gaman að heyra frá akkurat þessum einstaklingu sem að fundu bara, ég get tekið og labba eitt fjalli hérna sem að ég nánast ekki geta hérna núna síðustu 2 ár. Eða ég get loksins farið í göngutúrinn á þess að missa móðinn bara með því að vera hérna og það var eiginlega allt bara með styrktarþjálfun. Þetta var ekkert sem og þetta samið svo það ef að þetta eitthvað sem við förum öll líka að missa þetta oft kíkt að skoða hjá fólki að það gripstyrkur þegar við förum að vera eldri og sérstaklega á svona svona ellilífeyris þegar fólk komið inn á stofnanir og annað að þá jafnvel verið að athuga gripstyrk. Þegar gripstyrkur farin að vera lélegur þetta getur líka verið eitthvað sem að fólk þarf þetta líka huga á bara það að vera að halda styrk og þetta þýðir ekkert að fólk þurfa að fara og einmitt að vera eins og eitthvað vaxtarhaldsfólk eða kraftlyftingafólk eða þetta snýst bara að mæta og hafa gaman og reyna að finna það prógram og lyftingar sem að því finnst að vera gaman og ekki flækja og þarf ekki að fara að finna eitthvað rosa flott prógram á netinu, þetta snýst í raun og veru að finna það sem að henta sér og það sem að þér finnst vera gaman. Sko, það einmitt ein spurning hérna sem við ætlum að spyrja út í. Þú veist, hvernig getur fólk fundið hreyfingu sem það nýtur og haldi sig við hana í lengri tíma? Annað sem náttúrulega svona, kannski slaufa eða svona splæsa við þetta, að ég heyrði þú sagðir að það aldrei seint að byrja. Já. Meinarðu það bara, nú ég 50, sko. Og ég myndi sko eiginlega segja að ég væri svona fyrst núna ná tökum á þessu. Já, sko þegar ég segi sko það aldrei seint að byrja, málið að sumir kannski allir detta það bara og fá allir í flugu í höfuð, ég ætla bara að fara að hlaupa marathon eða gera þetta eða að fara allir að setja sér einhver svona stærri markmið og þetta líka eitthvað sem að munur ekki að koma í spurningum hjá okkur og það ákveðin markmiðsetning og málið að sumir og sérstaklega fólk hefur verið í einhvers konar keppnisíþróttum annað en að þeir sem eru búin að vera í hópíþróttum eða keppnisíþróttum, þeir ættu oftast að reyna að finna sér eitthvað sem að ýtir þeim áfram og einhvers konar keppnisandi í vegna þess að þetta heldur fólki þótt rosalega gangandi. Þeir sem eru rosalega lónerar, ég get nú alveg sagt ég er búin að vera í hópíþróttum en ég get líka verið lóner, þannig að ég er alveg gaman að ég mæta sjálfur einn í ræktina með sjálfur mér og taka á því og vera að fókusa rosalega mikið á mig en ég hef líka rosalega gaman að því að fara og jafnvel henda mér í körfubolta eða fótbolta en þótt ég þurfi að passa mig að því ég vil ekki slasa mig þegar maður með 3 börn heima þessir en á móti kemur í raun og alltaf það að við þurfum að reyna að finna með eitthvað sem skemmtilegt og það getur verið hvað sem prófa hóptíma, það er orðið svo mikið í boði, það er orðið mismunandi þjálfara, mismunandi þótt að þú heyrir eitthvað á netinu og lest eitthvað á netinu, þetta er ekki gott fyrir þig en ef þér finnst þetta gaman haltu því áfram og það er það sem ég segi alltaf fólk. Ég get búið til besta prógram í heimi en þetta verður versta prógram í heimi ef einstaklingur getur ekki fyllt. Akkurat. Já, nákvæmlega, mjög góða punktur sko. Við þannig að hvað með þetta jafnvægi, þú veist, hreyfing, mataræði og andleg heilsa, þú veist, hvernig helst þetta í hendur samkvæmt þér?
Sko, ég finn það alltaf leið og ég fer að, og þetta líka eitthvað sem margir hafa fengið að það að þurfa að fara í einhvers konar diet. Það snýst og það saman eins og við segjum að þú getur ekki horft á þetta sem lífstíl og getur ekki gert þetta forever, ekki gera það. Þannig að saman eins og það, ef fólk að borða ákveðum veg, þá það sem fyrir mig sem þjálfara, að það að gera einhvers konar litla breytingar sem að geta verið góðar fyrir þennan tilsetta einstakling sem að íta til þess undir að ég finn það sem honum finnst vera gott og til þess sem dæmi, ef einstaklingur finnst hamborgari vera góður, ég fær ekki að búa til mataplan eða matardæmi eða einhvers konar hluti og myndi ekki kvarta þetta alfarið út hjá hann. Og þetta bara mjög gott dæmi á nú bara byggjast lúsir og þetta og hittu þetta í sjónvarpinu í den og þetta auðvitað bara sjónvarsefni en þannig verið að taka í burtu allt sem að fólk var að borða í staðan fyrir bara byrjum hérna bara hægar og gerum þetta hægar af því það allir auðvitað að leitast eftir þessu quick-fixi en engin endurstýring. Ef við horfum á þetta sem lífstíl þá alltaf að fara að verða miklu skemmtilegra og líka það ef ég spyr alltaf fólk það sendir á mig, mér langar að prófa þetta hérna, mataplan eða næringa og ég segi lítið mál en sérðu fyrir þér að geta gert þetta þar til verður 8 ára, 9 ára, 100 ára og þá spæ ég oft svörin, nei mér langaði bara að prófa þetta í svona viku þá segir þessi vika ekki fara að gera neitt fyrir þú kannski finnir smá mun að mun setja þín markmið örglega í klassu vegna þess að síðan þegar að þú ert búin að taka þessa algjörlega gjörbreytingu þá getur við fengið bara fuck it, ég nennis ekki ég gefst upp. Það virkar ekki. Og hlutir virka þegar fólk að gera hlutina aftur og aftur og aftur. Þetta sami svo það við myndum bóka okkur hérna og fara og vinna við eitthvað en síðan eftir viku nei, mér líst ekki á þetta, ég bara hætta. Vestir gera það ekki. Þeir kannski mæta að senda í vinnu sem þol ekki, þeir gera því fleiri ár. Já. En það oft líka þessar litlu breytingar svo að taka út sykra drykki, taka stigan í staðan fyrir lyftuna. Já. Þetta ekki að telja? Jú, þetta telur líka alveg rosalega og sérstaklega eins og þetta, ég átti nú bara, eitt skipti sem ég var að fara til London, það var mjög fyndið, ég hitt á sama taxabílstjóra 3 svar. Alltaf þegar ég var að koma á flugvöllin. Ég átti alltaf samtal við hann og hann var alltaf að spyrja ákveðin ráð. Mér fannst þetta rosalega skemmtilegt, ég hefði þurft að skrifa það niður. En ég gleymi þess ekki, þegar hann segir mér að hann var búinn að vera alveg, bara hann skildi ekki því aftur og var búinn að vera að bæta á sig. Ég sagði, já, þú situr allan daginn, ertu að hreyfa þig eitthvað? Nei. Ég sagði, hefur einhvern tíma verið að hreyfa þig eitthvað og hver ástæðan fyrir að þú fórst allt í einu svona fitna af því þú búinn að vera taxabílstjóri allt þitt líf? Ég átti hund. Ég sagði, já. Hvað þurftur að gera með hundin okkur með þessum degi? Já, ég þurfti að fara með hann örgulega út 3-4-5 sinnum alltaf í göngutúr. Ég sagði, já, gerðu það núna? Nei, sagði hann. Ég sagði, hugsaði þetta aðeins núna, væri gott fyrir þig frekar að kaupa þér aftur hund og bara fá þér aftur hund til að fara í hreyfingu eða þú getur farið núna og eftir ég hitta sig hann aftur og aftur þessi næstu 2 skipti þá fannst mér þetta aldrei gaman. Hann var ekki búinn að kaupa sér hund og það var mikill munur á hann og svo í 3. skipti þá var hann búinn að missa hátt upp í 20 kíló eftir ég hitt hann aftur og það var bara með því að byrja að hreyfa sig aftur næringin var ekki breytt. En getur verið að fólk sé bara ekki einmitt að átta sig á þessu eins og þetta, patti ekki hreyfingin, skrefin telja það veit ég skrefin telja maður þarf að bæta þeim við Það alveg þannig og þetta eitthvað sem ég alltaf sagði þetta einn auðveldasta tól sem við höfum að það að auka hreyfingun okkar, skrefin okkar sama hvernig það skref teljast alla vegu, það á hjóli, það í göngutúrum, hlaupa, þetta telur allt skref og saman hvort þú sett á róðravél eða hvað sem þú getur horft á þetta sem skref eða annað, sund öll hreyfing og þegar að ég hef látið fólk fylgjast með skrefunum sínum og þessum að vinna jafnvel við skrefborð og þeir voru ekki að vinna við skrifborð eða voru jafnvel í fótbolta, þetta gott dæmi fótboltamenn. Þegar maður sér fótboltamenn þá kannski þeirra fótboltaæfingum að hlaupa 12-16 skrif. Svo kannski taka fótboltaleiki og þeir að taka sama jafnvel að meira í heilu fótboltaleik. Svo setja restina af dögunum en þeir eru samt alltaf að hreyfa sig þannig. Síðan hættar í fótbolta, skilja ekki því að okkur fara að fitna
og ég spyr alltaf, ok, hvað ertu að gera? Ég að fara í ræktina hérna. Ég sagði, já, þú tekur á því hvað, 30-40 mínútur og lyftir, en öll hinn hreyfingin yfir daginn, já, hún bara eins. Ég sagði, já, þú ert að klára bara 3-4 skref, það svipar eins og ég myndi sitja hérna núna eins og bara, ég ger orðið flesta daga, og lappi bara fram og tilbaka í ískapinu við daginn, meðan ég vinn með tölvuna. Það 3-4 skref. Ég sagði, það mjög auðvelt fyrir mig að feikna, en ef ég myndi ekki gera og, þú veist, vera með mína rútínu og byrja daginn minn einmitt á því að hjóla og taka mína ræðingar og vera, þú veist, aktífur, þá rosalega auðvelt að bæta á sig að maður þú veist, að maður breytir ekki næringunni. Og fólk oft þarf ekkert að breyta neitt í næringunni, nema eins og þetta eins og Baldur auðvitað nefndi. Þarna getur oft verið bara takt út sykraða drykki, sett inn sætuefna drykki eða annað sem að inniheldur engan sykur, þannig getur það gjörbreytt gríðarlega mörgu fyrir marga og síðan eins og það prófa að elda minna með smjöri og olíu og það getur jafnvel farið að gjörbreyta mjög miklu því sumir jafnvel eru nánast eins og segja djúpsteki stundum matið sinn. Þetta verið stundum bara eitthvað sem ég hef látið fólk gera og þetta hefur líka komið upp hjá mér í þjálfun í dag þegar ég spurði einstakling hverju breyttur af því aðilinn vildi ekki fá fyrst næringaráðgjöf frá mér og eina sem aðilinn hafði hlustað á hann var sagt að hann ætti að bæta við meiri oljum og smjöri í mataræði sitt það var svo gott að fá góða og holla fitu. Þannig að aðilinn fór að bæta við nánast 10-15-20 grömm og olju og smjöri nánast yfir allt og á þessum 4 vikum bætti aðilinn á sig 14 kílóum. Vá. Já. Það er þessi holla fita, hún samt feit, sem sagt. Já, ég meina, það alveg þannig. Kaloríur telja, saman hvað hann koma. Já. Einmitt. Hvað með hvað eru svona, nú í janúar og alveg bara, þú veist, maður þarf að leita sér að bílastæðinni í laugum mótnana. Já. Hvað getur fólk gert þess að, þú veist, að forðast að hætta og hvað eru svona algengustu mistöki sem fólk gerir þegar það er að byrja? Eins og ég nefndi á hann að þetta fyrsta sem ég sé líka fólk fer bara new year, new me mjög algengt ég segi alltaf bara það var líka mánudagurinn þú veist, 20 og ég veit ekki, desember einhvers staðar og það var líka mánudagur þá og líka þriðjudagur og öðrum degi og þetta og hitt og það var líka þegar munurinn á 31. desember og síðan 1. janúar engin þarna hugafarið breytist ekki á heilum sólarhring þannig að þarna snýst þetta settu niður markmið en hafðu þau þannig að þú gerir litlir hlutir verða stórir og ef fólk horfir á þetta saman sem ég hef alltaf tekið líka sem dæmi flestir tannbursta sig líklega allir, ég segi bara svona og þetta ákveðin sigur og ég segi fólki fara að telja sigra en ekki ósigra og ef þú horfir á alla litlu sigrana þú tannburstaði, þú gestir þetta vasklas þú tókst þennan göngutúr og bættir við 500 skrefum eða lengtir hérna göngutúrun 5 mínútur allt svona þegar að verða stærri og stærri sigur í staðan fyrir að hugsa djöfullin, ég misti af þessari máltíð eða ég fékk mér eitt súkkulaðimóla, nei, dagurinn búinn, árið búið, markmið farið, ég bara hættur. Ég misti æfingu eða byrja í janúar, þetta mjög algengt líka, að fólk fer svo harkalega af stað, það finnur svo mikið til, það harðsperrur út allt og fólk alveg að drepast og hugsa, ég get þetta ekki. Af því það ætlar bara að verða eins og atvinnumaður í einhverju, þegar það ætti bara frekar núna ætla ég að mæta og taka eina umferð af þessum 4-5 æfingum sem ég með ég segi það bara fínt síðan í næstu viku, ég get prófað að taka 2 umferðir af þessum æfingum viku 3, ég get prófað að taka 3 umferðir ok, hvernig líður mér núna? Ég finn ekki ennþá fyrir neinum harðsperrum geggjað, þú ert ennþá réttir af því þú vilt ekki vera þannig að þú getur ekki gengið eða sest með á klósettið eða annað þetta venjulega merkir að þú ert að ofreina líkamann alveg gríðarlega og þetta oft mjög miskil hjá mörgum og þú þurfur að fá strengi. Þetta getur verið í raun og veru strengi að harðsperrur eða hvað fólk vil kalla þetta. Þetta getur í raun og veru sett fólk að þann stað að það sé líka að vera kvíðavaldandi. Akkurat, en þannig að þú kannski að segja að í rauninni að fólk eigi bara setja sér raunhæfu markmið, fara hægt af stað,
halda sig bara við þetta, þú veist, ekki að ætla sér of mikið og þegar að við missum okkur í súkkulaði eða gleymum æfingu, bara förum ekki eitthvað svoleiðis. Að hengja sig ekki fyrir það, heldur fókusera á litlu sigrana sem eru stórir í rauninni. Þetta hljómar svolítið eins og svona self-compassion, svolítið, vera svolítið góðu við sig. Þetta eiginlega pínu þannig, þú veist, vegna þess að sko þú veist, sem dæmi, ég væri ekki einstælingurinn í dag ef ég væri ekki búin að fara í gegnum öll mín vandamál líka, þú veist, ég búin að þurfa að fara á plani, ég búin að þurfa að borða þetta og, þú veist, búa til vandamál og leysa úr þeim og eins og ég segi líka alltaf við fólk, það engin vandamál, það bara lausnir. Og við þurfum að hugsa í lausnum. Það besta sem við gerum líka, og þetta eitthvað sem ég hef lært frá mínum mentorum og annað, að þetta eitt af besta sem ég lærði. Hægt að hugsa og farið að gera vegna þess að flest okkar, kannski núna, flestir eru með Netflix eða einhverja svona miðla og þeir byrja að leitast eftir einhverjum þætti, jafnvel þeir eru komnir heim kvöldið og þeir fara að skrolla eftir einhverjum góðum þáttum. Þeir eiga ekki sig klukkutíma þegar þeir eru farin að skoða IMDb og þú veist, eitthvað á netinu bara, þetta mögulega gott? Þeir eru búin eiga klukkutíma, ég ger ekki neitt. Í staðan fyrir að hafa bara ítt að play á einhverju og hvað gerist? Já, ok, ég ekki að fíla þetta, ég prófa bara næsta. Já, mjög gott. Já. Því þetta það sama og gerist með þegar við byrjum í janúar. Flestir fara bara á fullum krafti en svo allt í einu fer fólk að hugsa. Ég kannski slepp þessu, þetta leiðilegt. Í staðan fyrir að hugsa bara, ég ætla bara að halda áfram, ég ætla að gera þetta og hægt að hugsa. Þetta saman svo það, fólk vaknar af því það þarf að vakna. Það hægt að hugsa, það bara gerir. Fólk bara gerir, það bara hægt að hugsa, það tampist að segja vennilega þegar það vaknar eða á kvöldin eða hvernig sem það að því fólk komið inn í rútínu, ég þarf að gera það. Stundum það líka þannig, ég nenni stundum ekki að fara á hjólið á mótana, en ég gefi mér ekki það tækifæri að hugsa, það kannski væri rosalega næs að sofa í auka klukkutíma eða eitthvað svona. Ég fer ekki bara að dríma á fætur, kemur á stað, að ég veit plúsana við það, þegar ég búinn að þessu, þá líður mér alltaf miklu betur. Ég hressari yfir daginn og ég bara hressari almennt. Þannig kemur líka einmitt svona bara líðan. Hann alltaf betri þegar við erum búin að einhverju þegar að við viljum alltaf leitast í það sem þægilegt. Já. Mjög gott, sko. Ég að tvennt sem að, sko, annars var líka vigtin. Á fólk að vera svona upptekið af vigtin. Maður sé það oft draga fólk niður út af því að kannski ertu bara ekkert að léttast út af því að þú ert auka vöðamassa eða Sko, það kemur að vigtin frábær til að fylgjast með ákveðnum hlutum, en fólk miskilur rosalega mikið vikt. Ég sem þjálfari auðvitað fylgjast með vikt til fólki horfi á meðaltöl. Þess að biðja fólk alltaf að setja þetta inn daglega og eins og þú þekkir annað. Þetta gefur mér ákveðin meðaltöl. En það kemur að líka, fólk getur verið undir rosalega miklu streitu. Það eru 70 hluti sem áhrif á þyngdina hérna. Og ég segi alltaf að fólk, það munar á fitutapi og þyngdatapi. Það geta allir tapað þyngd. Það geta allir farið í gegnum fitutap. Það rosalega fáið sem geta farið í gegnum fitutap en verið í raun og vera að viðhaldast rosalega svipa í þyngd og gjör breyst. Já. Og þetta eru venjulega einstaklingar sem eru með einhvern lífstíl. Einu sem eru bara að reyna að keyra á þyngdina á sér eins harkalega og mögulega hægt þeir venjulega sjá ekki þann árangur nægilega snemma því þeir alltaf einhvers staðar að missa tök. Það getur verið næringartengt, það getur verið hreyfingartengt, það getur verið einhvers konar lífstílstengt, það mikið í gangi í lífinu, það mikið streita, það fullt af hlutum og það ekki spila líka inn. Ef þið líður illa, það er sama hvað þú gerir og sama hversu harkalega og þetta bara situr í gegnum svo kallar þeir setja það niðurskurið eða reynir að fara í gegnum fitutap og annað. Ef þú ert undir gríðarlegu álægi, þá rosalega erfitt að bæta enn meira álægi ofan á með að fara í gegnum einhvers konar fitutap. Þetta eitthvað sem mjög margir reyna alltaf að fara strax í og þetta líka svo hægt að gera náttúrulega niðurskurð og það verið að reyna að selja að vera alltaf í bullandi fitutapi og þyngdatapi og öðru en þetta ekki það sem að líkamsrækt endilega bara líkamsrækt líka að reyna að líða vel í skrokknum. Það þýðir ekkert endilega og þú þurfir að vera í einhverju fitness að vegstarættaformi og annað.
fólki þetta líður alveg vel þegar það farið að sjá minni undirhöggu eða þetta eða hitt, það alveg þannig, en líður því vel þegar það komið þangað eða vill það meira. Fólk vill mennilega alltaf meira. Þegar fólk kemur að Martin, mér langar að missa 5 kíló þegar það segir mig, ég segi já, og hvað svo? Já, mjög góð punktur, sko. Þetta var ótrúlega upplýsandi og gott, sko. Viltu segja hvað lokuð við hlustendur? Ég raun og veru bara, ef þú ert einmitt að hugsa að byrja í líkamsrækt og annað með kvíða eða annað yfir því, myndu bara einmitt ekki hugsa, byrjaði bara, það enginn að dæma, það allir bara hjálpa, það fullt af þjálfurum, myndu ef þú ert að leitast eftir þjálfara, finnstu þjálfara sem á við þig, tala við þjálfaran, ekki bara skráði hjá hvaða þjálfara sem kostar minnst eða annað. Góður þjálfari mun öllum líkindum kosta einhverju upphæð sem að þér kannski finnst að vera mikil, en ég get lofa þér í, þú myndir örugglega ef þú myndir komast að þínu markmiði og myndir komast í besta líkamlega og andlega form og ef enga það lörur, þetta ég hef spurt fólk að þessu, myndir vilja allan peningin tilbaka og missa allt sem þú hefur í raun og veru áorkað. Í 100% tilvika segir fólk nei, ég skil ekki að ég hafi ekki bara actually borgað meira. Akkurat. Það málið. Þetta mjög gott. Takk hérlega fyrir Gunnar, frábæran dag. Sömuleiðis. Og takk fyrir að gefa þér tíma í þetta. Lítið mál. Ok. Bless. Bye. Bye. Þetta var áhugavert bara. Hvað? Já, sko fafitness.is er það ekki? Jú, fitness fyrir alla, já. Fyrir alla fitness, já. fafitness.is Sko, og það eru fleiri þarna. Ég hef heyrt, ekkert margan, ég hef heyrt nokkra segja að þeir eru leita sér einkaþjálfara að verði kannski svolítið hræddi þegar sjá eitthvað sem er svona hann er svolítið stór, og ég segi ekki pæli því, og mér er svo gott það sem að sagði þarna, heyrðu fyrst í þjálfaran, ræddu við hann, sjáðu hvort hann passi við því, að því að munið, það virkar ekkert á allan nema súrefni og vatn og mögulega svefn. Já, að það er svo ótrúlega gott að finna eitthvað sem að maður tengir við, þú veist, er til í að fara í þess að vinnu með, og það þurfa ekki að vera allir. Og hann, til dæmis, ég með fólk heyrði það, hann er ofsalega svona viðkunnalegur, hann er svo hjálpsamur, þú veist, ég bara heyrt upptökurna það sem hann er að tala við þig, þú veist, og hann gefur sér gríðarlega mikið tíma í hvern og einn. Já. Ég hefði farið til hann sjálf, nema ég er svolítið svona heimakæri, ég vesli heimabyggð, ég er með frænda minn, Coach Clean, hann, Orra, og ég er rosalána með hann. Já. Ég bara... Það er að reynast vel fyrir þig. Já, og þeir eru svona svipar, þeir eru með svipuð upp og svona, þeir kannski þekkjast. En hreyfing skiptir ofsalega miklu máli, þetta sem hann var að tala þú veist, það breytist ekkert nema í gegnum vana, þurfum að taka einn vana út fyrir annan, veljum hollara, frekar en óhollara, það þarf ekki að vera flókið. Nei, þetta er ótrúlega gott, mér er gott líka sem að sagði þegar þú ert að byrja, ég man þegar ég var að byrja, ég nefndi aldrei að vakna mótnana, alltaf gera þetta, en stundu sagði ég bara við mig, herru, Baldur, þú hendi ég bara í guðuna. Já. til að drulla mig bara stað. Já. En heilsa er hún mikilvæg fyrir andlega heilsu bara 110%. Þegar ég er heilbrigður, þá líður mig betur. Og ég man nú þegar ég var prestur og þá fór ég á ráðstefnu og þá var mitt verið að ræða að þeir sem eru leiðtogar prestar í þessu tilfelli eða að leiða eitthvað framkvæmdastjóri eða eitthvað svo leið, skilur yfir einhverju, að þeir sem voru líkamlega formi, þeir voru, ég man ekki hvað þau sagt, 5 sinnum betur á sig komnir til að takast á við álag þegar eitthvað kom upp á. Þetta lífi er alltaf að gerast, við lendum í alls konar, komum okkur í alls konar og svo bara gerist alls konar í þessu lífi sem er ótrúlega erfitt oft, Já, og ég líka, að því ég hef, veikst, skilur, bara líkamlega, þannig, þú veist, að ég gat valla gengið nema með aðstoð. Já. Og ég man alveg eftir andlegu líðanni þegar ég var þannig. Þú veist, einu draumur sem ég átti var að verða líkamlega heil aftur.
og sko heilbrigð sál í hraustu líkama, þú veist, þetta er ekkit gripi bara loftinu. Þetta er alveg, þú veist, að við þurfum að hlúa að öllum líkamann. Við erum sko ekki bara þetta, þú veist, við erum líka andlega verur. Þú veist, við þurfum að hlúa andlegri heilsu, við þurfum að hlúa líkamlegri heilsu. Já. Þetta sem þú sagðir áðan, ætlar að geta hlaupa eftir tvíburónum, skilurðu, ég menna þú veist, já, maður þarf að geta hlaupa eftir þessu börnum, en líka barnabörnum, þú veist, við viljum vera heil, ég veit bara fyrir mig af hverju fór ég í þetta, af hverju fór ég loksins að gera þetta, af því að það bara skiptir mér máli að vera líkamlega vel á mig komin, þú veist, að geta, við viljum að ferðast meira en við erum að gera og við erum að ferðast mikið, ég vil geta bara farið í alla ferðir, en því nú fyrir við svolítið mikið í skemmtiferðasiglingar og alltaf svona, þegar maður fyrir í land. Er pláss í skemmtiferðasiglingunum þá? Ég bara veit það ekki, þú þetta veit það. Ég segir það. Já. Það er þá laust. Eitthvað mikið? Nei, nú ekki mikið laust. Nei. En hérna, þetta Þetta ætti eitthvað út nefnilega. Já. En sko, klára þetta, að þar, sko þegar við förum í land, þá eru svo marga ferðir og þegar ég hef verið að skrá okkur í svona ferðir, að þá er alltaf sko, þú þarft að labba, gerður ráð fyrir því, þú veist, þú verður líkanlega vel á því komin, þú mátt ekki verið með svona vandamál til þess að geta farið í þess að ferð. Ég vil ekki þurfa að haki neitt af því. Þannig að, já, það bara skiptir mig máli að vera líkamlega andlega vel á mig komin. Það er ótrúlega gott sko og hérna við erum að ræða þessa heilsu og hérna og það er fullt í vörkla svona en haldið þetta út, það skiptir máli. Býtu hvað mennur, það er fullt í vörklass? Nei, það er svo mikið af fólki. Það er margt fólk í vörklass, já, nú skil ég. En það er svo gott að halda þetta út. Já, en býtu, að þú segir það er svo margt fólk í vörklass. Það er alveg rétt, þú veist, eftir klukkan 2-3 á daginn er mjög margir. Ég hef stundu farið svona til að klára skrefin, 9.000 skref á dag. Það ég farið svona þessa vél hérna, já, ég fyrir svolítið í Egilshöllina. En þegar ég fer þangað á mótnana, því ég er mætt svona upp á 8, þá eru svo fáir að ég það bara aldrei að bíða eftir neinu tæki. Ég veit ég pín að gefa ykkur það, nú geta allir fara að flikkjast þangað og þá er ekkert laust fyrir mig. Þetta er nú góða við að vera í vörklass. Já, það eru margar stöðar og svona en sko það þarf ekki alltaf að vera þannig að það sé tróði sko. Nei, alls ekki sko. Og það eru mér sér tímar í laugum það sem er ekki tróði. En það er spennandi framundan. Ég ætla ekki að fara kannski í þessum en ég er búin að vinna helling með mig á nýjan hátt og fara dýpra inn í sjálfsvinnuna sem að komur óvart hvað var mikið eftir sko, með hvað maður er búin að gera mikið, þannig að við ætlum svolítið að fara í það í febrúar í svona þessa andlegu heilsu. Já. Og tala um það sem skiptir máli. Við erum með eina spurningu úr sal, það er reyndar engin salur en hvernig get ég, það er margir að díla á þetta, ég get lofaði því. Hvað er þessi spurning? Hérna. Já, við erum með nokkra spurningu, ég ætla að náum bara einni núna. Hvernig get ég hjálpa maka mínum að opna sig meir tilfinningar sínar? Senda við terapíu. Þetta er erfitt, þetta eru margir sem eru þarna. Það eru rosa margir sem eru á þeim stað að jafnvel veit ekki hvernig þeim líður, ekki vanir að tala hvernig þeim líður og þarna held ég að örugt umhverfi og skilningur og þolinmæði, oft svona þú veist að ef ég er hastur við þig að þá lokastu. Engin spurning. Þú veist, en ef ég reyna að vera mjúkur, ef ég er mjúkur og að þá eru meiri möguleikar, svo er þögnin líka oft rosalega mikilvæg og við eigum oft svo erfitt með hana, en það er að bíða til svarinu. Ok, róum okkur hans, tökum þetta aftur, vegna þess að þú sagði þögnin er mjög mikilvæg. Það fyrsta sem ég hugsaði var bara ég og minn steinveggur sko. Það er ekki mikilvæg. Þá er ég að meina bíða eftir svar. Já, persjóðurinn þurfa aðeins að hægja sér og bíða. Ég hef oft fengið í skjólstæðinga sem er withdrawer til dæmis. Já. Og makinn, hann er alltaf að grípa orðið áður en að kemst að. Já, ég veit það. Og ég er svona persjóður. Ég veit það. Ég þurfti ekki að fara inn í viðtalsherbyggi til þess þannig að vera forvitin makan og spyrja hvernig leiðir við í vinnunni í dag og þú veist og gefa okkur tíma í þetta. Já. En það skiptir máli að við tengjumst ekki tilfinningalega þá mun sambandið ekkit verða gott, það er bara því miður sko. Já, það allavega sko
segjum að verði gott en það verður ekki best gott alltaf óvinurins besta Akkurat. En ég held þetta hvernig get ég hvernig get ég hjálpa maka mínum að opna sig meirum tilfinningar sínar og sko við vinnum við þetta allan daginn að hjálpa fólki með þetta og pörsjónu getur verið svona ég segi þetta við pörsjónu þeir eru svona eins og labradorhvolpar svona sjáðu mig en fyrir vittróin er þetta bara eins og vilja spæta þetta er bara ding 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 ding, ding. og það þegar þeir mæta hérna bara þú veist hvað ertu að hugsa, hvað er í gangi, á hvað ertu svona þá má alveg gera ráð fyrir því að vittróin hann fyrir bara beint inn í brokköltin bara þú veist lokar og komið ekki nálægt mér en aftur á móti ef að pörsjónu næra tóna synga niður og segja hjálpa mér að skilja þú veist hvað er að gerast innan mér þú veist ég vil heyra, ég vil skilja ég vil ekki þrýsta og ítaði bara þú tilbúin kontu tímin en þegar maður segir þú tilbúin kontu tímin og tala það að þá þurfum við að vera fyrir frambúna ákveð á góðum degi tímamörk annars getur vittróðan bara verið nokkra daga ég bara, þú veist, ekki endilega nokkra daga við bara tölum aldrei þetta aftur sem er ekki gott, það verður að vera samtal og við erum með 20 mínútur sem ég fæ til þess að róa taugakerfið mitt og spyrja mig hvað er raunverulega gerast innan með mér af hverju upplifi ég svo baldur sé að ráðast á mig að þá þarf ég að skoða mig þú svo kem ég tilbaka í einhverju tilfellum en það er ekki alltaf og segi en svo var ég að hlusta gott mann daginn, hann gaf mér miklu lengri tíma en 20 mínútur þetta er bara eitthvað helling ég er bara ákvæðlega ekki á minni að því ég hugsa ég held mig við mína 20 mínútur af því það er svo vont að vera lengi á þessu stað það er nefnilega málið og svo er þetta svo oft hefur komið aftur að þessu opna sig tilfinningar sínar oft hefur verið kannski gert grína okkur gert lítið úr tilfinningum okkar og það er svo oft skömm sem er að viðhalda því við þorum ekki að opna okkur og þá er bara smetla sér á lausnin.is senda á bókaviðtal og þá færðu símhringingu frá rittaranum og hann bókar því viðtal í okkur sem að hæfi þér með hvað skrifaðarinn af því að það er besta fjárfestingin 2025 besta fjárfesting sem þú getur gert það er ekki verðbréfum það er ekki í steipu heldur það er í sjálfum þér af því að þú ert þess virði og það er ótrúlega mikilvægt að fólk skilji það að þú ert þess virði og þarna liggur líka ofta að ég leiti mér ekki hjálpar að því grunninn líður mér eins og ég það ekki skilji þarna liggur líka að ég fær ekki ræktina þarna liggur líka að ég ger ekkert fyrir sjálfa mig að því grunninn er líðanir mín þannig að ég á þetta ekki skilið þótt ég myndi aldrei segja, já, mér líður ekki þannig nei, ég hugsa það ekkert en í undirmeðvitundinni, að þú ert ekki að hugsa þig að þá er það út í undirmeðvitundinni að þá er það að líða eins og sért ekki verður oft Já, og því að aldrei skal alhafa og það allt saman. En sko inn í þessu að þú talar þetta eins og komið sér ekki í ræktina að einhverjum tímapunkti átta ég mig á því að sko ég hef oft sagt, það er alltaf algjörlega fáralegt ég fór Siglufjörðu, ég kann ekki á skíði þetta er náttúrulega bara Ég sá skíðum daginn Já, en kunni á þau? Nei, ég er bara eitthvað að reyna að finna út í En þú veist, flesti voru svona einhvern veginn skráður að skíða námskeið og eitthvað en ekki ég og þetta er svona þarna upplifir maður höfnun upplifir, þú veist, að maður hafi verið mista af einhverju og jafnvel ekki verið að hugsa mann og eitthvað svo leis en þegar ég tek ákvörðun sem ég er búin að gera mörgum sinnum, þú veist, ok, nú fer ég að gera eitthvað nú fer ég í ræktina, nú prófa ég þetta, nú prófa ég hitt og svo er ég yfirleitt svo sem er að svíkja mig þetta í dag með því að mæta ekki og fara ekki þú veist, ég teku keflinu Þetta svíkja segir sjálfa mig ekki núna, samt nú er ég að gera það en þetta er samt svo gott ég veit það og þetta er ekki bara með þetta er með svo margt þú veist, já, ég þarf að fara til tannlæknis nei, ég ætla nú ekki að setja peningi svo dýrt og enda ég bara með ég þarf bara að fara, þú veist, ég veit ekki þú veist, nýri tankar og láta gera á allt eða eitthvað að við höldum oft áfram að vanrækja okkur hugsum ekki okkur, gerum þetta ekki fyrir okkur þannig að það, þú veist, alltaf fjárfesti sjálfu sér þetta er bara einn besta fjárfesting þú veist, fyrir okkur og svo fyrir þá sem er í kringum okkur að læra að taka ábyrgð sjálfu sér, læra að tjá sig af því þetta sem segja stundum virkir grína okkur eitthvað svolítið já en oftast höfum við bara ekki lært að tjá okkur
af því að foreldrar okkar já, bara foreldrar kannski kunnu það ekki heldur, lærðu það ekki heldur og skila niður til barnan sín og við jafnvel skilum því niður til barnan okkar og þannig að já, fjárfesting árið 2025 látum það vera bara í okkur fjárfestum í okkur. Akkurat. Herðu, við þökkum kærlega fyrir okkur í dag og ef við erum okkur spurningar þá getið þið senda þær á okkur. Við reynum eftir bestu geta að svara. Já, við hefum eftir að svara ykkur hérna, en að þeir sem eru búin að senda spurningar og ekki búin að fá svör, bíðið hæg, þetta kemur. Haldið hesta ykkar. Já, annars þá verður spennandi að fá hana Jónu Margréti í næsta viðtal. Já, það. Hún prófessor í háskólanum í félagsráðgjöf og hún brennur svolítið fyrir fjölskyldur og svona vanda að hjálpa einstaklingum með fíkn og svona alls konar. Já, afleiðingar. Afleiðingar, já. Hún svo mikið í svona afleiðingum af því að búa í svona vanvirku fjölskyldukerfi. Skulum orða það þannig. Sem mörg íslensk fjölskyldukerfi. Margar íslenskar fjölskyldur. Akkúrat. Takk hérlega fyrir okkur, hafa það frábært. Verið bless. Bless. Lausnin fyrir þig.